efri og neðri Laugardalseyja, þær tilheyra Laugardælum. Og þetta voru mikil hlunnindi sem voru í þessum eyjum. Að Laugardælir var talin ein verðmætasta jörð á Íslandi. Ég heiti Haraldur Þórarinsson. Ég bý hér í Laugardælum, fæddur þar í stofunni í gamla bænum, 54, og ólst hér upp. Það voru hér kláar sem að man eftir og maður kom nú örsjaldan hér út á yngri árum vegna þess að straumurinn svo mikill beggja megin eyjunnar að það var ekkert gott að róa hér út og það gjá hérna megin við hana sem að grípur bátinn svolítið þegar maður er að róa. Þannig það var ekki farið mikið hérna út. En síðan þegar maður var eldri, gat tekið betur í árarnar, þá rérum við hér út og vorum að veiða. Síðan stofnað hérna félag, góðborgara hérna eða áhugamanna á Selfossi og þeir vildu hefa hér upp skógrækt í eyjunni og þeir fóru á stað og flest öll þessi tré sem hér eru sett sem mest birki að það eru þeirra verk. Já, náttúrulega við bara svona óskuðum eftir því að menn myndu reyna að bera virðingu fyrir þessum plöntum sem menn settu hér niður og við tækjum þær sem að væri hægt að taka og láta lifa og myndum koma þeim yngstar í skjól og það í raun og veru það sem við verið að gera í dag. Við sem framkvæmdalið erum meira en til í að hjálpa honum við það. Þetta atriði til þess að minnka kolefnisspor framkvæmdanna eins og hægt og bara góður áfangi í því að leysa málin hér í sátt og samlyndi við náttúruna. Já, samskiptin hafa gengið mjög vel hérna við þá aðila sem að koma hér frekast að framkvæmdinni, það er bæði landeigandinn og það er Skógræktarfélag Selfoss sem er með skógrækt hér í Hellisskógi. Allir þessi aðilar hafa verið mjög jákvæðir. Það er almennu vilji fyrir því að þessar framkvæmdir að þeim ljúki sem fyrst og umferð komst hérna yfir ána. Þegar menn fóru að byrja að fara hérna út þá kom hér eldri maður og sveitum og sagði að það væri draugur í eyjunni. Og það þyrfti að semja við hann áður en að hér færi upp á stað því að þetta yrði bara allt í tómu tjóni ef að menn var ekki búin að ná samkomulagi. Og hér kom kona og staðfesti það að í eyjunni væri álfar en ekki neitt draugur. Á mínum starfsaldri þá hefur nú komið hit að framkvæmdum sem að álfar komið við sögu en það var nú raunar ekki fyrir Vegagerðina. Við leggjum mikla áherslu á að það sé góð ára yfir framkvæmdunum. Þeir verktakinn hérna eru búin að ná samkomulagi og mörgum finnst þetta nú svona asnalegt og vitlaust að vera eitthvað svona en það er bara svo margt í þessum heimi sem við höfum ekki hugmynd um. Það kostar ekkert að mæta svona og gera það ráðstafanir sem til eru til þess að vel til tækist með framkvæmdina. Þannig að mér finnst það virðingarvert.